FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Bless Zero og CBD Reykjavík. Föstudagurinn 12. júní og FM 95 Blöður hafi göngu sína á, besta degi ásins allavega hér í Reykjavík. Við erum ekki með fullan bát því að Egill Einarsson, fyrirliði þáttarins, bandið í hættu. Hann ekki lengur fyrirliði, þetta búið. Hann búinn að missa núna þrem þáttum í röð. Veistu hvert bandið fer? Á þig? Nei. Mæntalega. Við erum bara þrír í það. Ég þarf ekki bandið. Veistu hvert bandið fer í dag? Fer bara beint á gestin. Það bara þannig. Og hann áða að skilja Dóri T.N.A. Þú fyrirliði FM 95 Blöð í dag og vertu velkominn, Dóri. Ég þetta fyrir G-höfingja. Já, og sýtum með þessi hans sæti og allt upp á þetta. Ég vil sitja þarna hinum mig. Já, þetta er gott svona sko. Þetta er gott svona. Við erum einu mennin í Reykjavík sem erum inni núna. Það er enginn í vinnunni hérna. Og hefði verið ekki hægt að biðja Rikka að gefa maður loðsæðastu borði út á bílastæði eða eitthvað maður. Ég hefði elskað að setja út Það hefði verið. Hvað erum við að gera þetta inni? Fyrir utan það, örugglega enginn að hlusta nema sér mánudag og Getur ekki þriðjudag allir hringt inn í beina og tekið bara röltin í Laugardal og sé hvað gerist En er þetta samt ekki þannig að fólk situr aukstar úti og hlusta? Þú veist, út með þetta bara á pallinum. Já, endilega, ef þið eru að hlusta, takkið okkur á gramminu til að sjá að sé allavega einhver að hlusta því að það eru allir úti. Þetta er 20 stegi hiti. Já. Þetta er galið. Það er galið. Það er svo heitt á hann. Ég fór út með hundin og hent hún í sjó. Ég er ekki alltaf kælan sko. Hann er svo ég. Hann þekkir ekki inn á líkamann sinn sko. Hann veit ekki hvað hann þarf sko. Þú ert líka í væfbítir hérna. Já, ég mætti skiptu samt notabenni. Ég mætti skiptu. Ég veit það er rosalegt lukkar. Þú ert í væfbítir með gullkeðju. Ég veit það. En það er svona pínu eins og sett meira að fara að rukka okkur heldur en að vera með okkur í þættinu. Þetta er vinna því og stílisti minn. Ég er komið stílista sko. Ég með sá að stílist á Daði Laxdal sko. Og en já, hann er meistari og Velur hann fötuna þig? Hæ? Ertu í alvöru með stílista? Ég er í alvöru með stílista og ég get sannað Og hvernig virka? Hann heitir Alexander. Hvernig virka? Ég segði hvernig það virkar, Blöndal. Þessna spurði þig. Hann kemur heim til mín. Er hann búinn að henda fullt af fötum sem er heima þér? Notabenni, ég held bara að svona, þú veist, stjórnmálamenn að reyna að höfða til hipster að fengi sér stílista. En svo er uppbólsmyndi minn á Instagram er The Rock inn í engaþóttu með ósla svo weak náunga við hliðina sér. Þú er alltaf séð sjálfa aðeins svolítið í honum. Í The Rock, einmitt. Og þeir eru að horfa á iPod og myndatekstin er My stylist show me a dope color combination. Og þetta var, hann var að senda mér Er hann að hlusta? Hann var að senda mér SMS hvað ég ætti að vera í á morgun sko. Hann fyrir búðir, sækir föt sem ég heldur að sé góður í. Ég kem með eitthvað á mínum eigin fataskáp. Ertu alltaf sammálun? Við byggum, nei herru, ég þurfti að gera hann. Ég sagði bara, ég ætla að ferma þetta út úr húsinu. Þetta hérna sko. Er það að rífast í gangi? Þetta er hávaksin dút sko. Ég öfunda Dóra að vera með stílista. Það er eitthvað bara núna að velja föt. Þið geti líka fengið stílista. Hann stútir að stílningar Auðun sem maður, hann var fótboltamaður. Hann myndi henda þið mjög vel. Ok, ég er til. Blöð er svona joggingkall, hann þyrfti stílista. Já, ég hef oft talað um það. Þú pullaðir hérna upp í bleikri fótboltatreyju sem stendur Tenerife á. Félagslega Og veistu hvað? Já, en þetta lítur ekki út eins og félagslið á Tenerife. Þetta lítur út eins og treyja sem þú kaupir af Afrikumanni á amerísku ströndinni. Nei, veistu hvað, þetta er ekki einu. Ég held þetta sé ekki heimaliðið og ekki away treyjan. Ég held þetta sé þriðja treyjan. Hvað, bara þegar eitthvað deyr? Ég safna treyjum. Ég er svona með nýja reglu. Ég reyna alltaf að kaupa treyju allstaðar sem ég fer. Ég held að gera þetta frá byrjun. Ég veit að finna að Dóri sé að tala um að sé með stílista. Þú safnar einhvern svona. Eitthvað svona, maður alltaf með honum ekstra. Hann eitthvað, herru, er þetta timburskeið? Ég er að safna timburskeið. Það er alltaf eitthvað svo nýtt sem hann safnar og alltaf nýja reglur. Já, ég kaup mér alltaf eina svona þegar ég fer vestur á land. Maður er bara, hvað? Þú ert að ferðast með honum í svona 3-4 daga í senn fyrir að taka upp einastjörnu. Þú ert að taka upp langan sko. Vertu með 31 dag og hann vill fara í alla búðir og kaupa eitthvað mussur og eitthvað í Nepal. Þá verður þú fyrst rugglaður. Mussur í Nepal? Hefur þú farið í hana? Þú sagði bara ég er alltaf að fara að nota hana. Hefur þú farið í hana? Ég er oft í henni. Ég er aldrei séð ég er upp í Mós og út með hundir þetta er ekta jakugsa-ull. Jakugsa-ull. Jakugsa-ull? Já, og bara Er í fimbulfambið? Nei, þetta er bara handmade dæmi, bara Nepal, bara hún er svo hlý. Maður svitnar í henni í frosti, sko. Já, en áttu íslenska lopapeysu? Mér vantar reyndar, ég á ekki lopapeysu í dag. Hvernig, gamli bara á íslenska lopapeysu og komin í einhvern nepalskan fatnað, þú veist hvað
En þú veist að ég er mussumæður. Ég var alltaf verið mussumæður. Manst ekki því ég keypti mussun í Amster og fann 20 € í því. Herru, en ég verð að segja að þið lítið drullu vel út til báður að því ég síðast ég sá eitthvað mynd af AC þar sem það var eins og það væri filter á hópnum. Þið lítu ekki bara fyrir á gamni, þið lítu út fyrir þannig að einn eitthvað var að deyja og þess vegna var í útlöndum. AC, já, það var síðasta AC. Það er svo Var það síðasti dagurinn? Já, og bara síðasta ferðin. Þetta er komið gott. Ég ágrís, þetta er bara komið gott. AC gefur og tekur sko. Voruð þið teknir ítla núna? Já sko Ég tapaði. Ég var að verða að bila. Blöð fór svolítið niður. Ég dyrka hvað þú ert straight með þetta og hann horfði í augunum og það var sagðið að tapa. Þú var strax byrjar Steindi er ekki alveg að premskilum. Herru, við tölum alltaf heiðarlega þetta tap sko. Og ég get alveg sagt þér að ég bara held ég bara eina ferð í kasínó, örugglega bara á ferlinu sem ég unnið bara klink sko. Þú vannst þegar vorum í drönnum á því Kambodíu. Hálappar út, það helviti hann ekki saman. Kasínó í Kambodíu? Það er ekki hægt. Það er kloknaldir í Rambo-tæk shit. Þetta er svona texti í lagi. Hann er það rugglaður að hann finnur kasínó í Kambodíu. Við höfum verið í kasínó þar sem að fólk er að bara grátbeðið okkur að fara ekki inn með byssur sko. Bara sverðu það. Ertu með byssu? Bara nei. Besta kasínóferð sem að höfum átt er pottið í Philipsheim. Þá vorum við á 5-stjörnu hóteli og var ekki dýrt hótel. Kasínó neðra henni. Og allt liðið sem marðar var pottið á launum fyrir að láta eins og að sé fólk inn í kasínunum. Það var að meina. Þannig liðið steinda best. Það var enginn að spila. Svo bara fórum við í rúllettu. Allt liðið kom til okkar og var að hvetja okkur bara eins og við erum félagslegi fótbolta. Allir að bara kaffibolla og horfa okkur í rúllettu við tveir og ef að tala datt bara eins og var 23 datt þau fögnuðu bara eins og við hann skorað. Þetta var skemmtilegt. Það var samt gaman. Þetta var skemmtilegt. Svo fórum við upp í partí. Ég mást að segja bara, þetta var samt gaman. En svo buðum við líka upp í partí. Við náðum í partí. Já, fengum stig fyrir það. En já, nei, þú veist, þetta náttúrulega bara eins og... Erst þú engin kasínókall, Dóri? Ekki neitt? Ég bara... Þú var ekki náðu að fara og henda þér í rúllettu? Ég fór í Macau. Það er dýrt það. Það náttúrulega bara Macau er endurbygging af Las Vegas. Þetta er öll sömu hérna. Bara miklu dýrari. Þeir eru dýrari? Já, miklu sko. Hvað er dýrara? Dýrt að spila, bara ef þú ætlar að fara í blackjack þá kostaði örgulega $20 í stæðum að setja 5, fattar þú? Já, að bæinni sko. Já, ég sko ég var nú bara eitthvað í Baccarat sko. Já, blackjack ekki. Baccarat. Baccarat? Já. Ertu alltaf að reyna að vera of töff? Nei, veistu hvað? Með stílistæði Baccarat? Ég bara kom að þinn og ég fann bara Baccarat borð. Og hérna Kanntu Baccarat? Nei, sem var ástæðanlega okkur. Ég var bara, þú veist, það liði í alvöru 4 mínútur frá ég labbaði inn og frá því ég var komin bara, þú veist, á hnén við eitthvað hraðbanka, það bara please more, hérna, kona mín bara horfið upp á þetta að sjá eitthvað nýtt, sko og við fórum nú bara og ég hef látið þetta eiga sig síðan, sko. Það er sniðugt. Það er mjög sniðugt að láta þetta eiga. Málega það, Blöð kynnti mig svolítið fyrir þessu, sko, sem náttúrulega var ákveðin skellur á sínum tíma. Ég man eftir þegar við fórum í tökur á Evrópska draumnum einhvern tíðan, sko, 2000 Blöð kynnti mig fyrir þessu. Já, hann er aldrei farið í kassan. Dulur í kassa. Takk. Vast með geni. Það er svo gott að vera með Dóra þetta. Takk. Kynnti ég þið fyrir þessu. Varst kassakall í Mosó? Já, þú veist, að reyna að fá 3 bucks í það. Ég er segur. En málega það, ég hérna í Evrópska draumnum, því að þetta situr alveg fast í mig, sko, því að þá skilur fekk ég fekk nú ekki mikið borgað en launin mín. Hvað, þú var að tala launin sem fyrst fyrir hann Eittiðum öllum í kassinu. Varstu neittur til að veðja hann? Herðu, Blöð fór í hver einstu borg, fór Blöð með mig maður og ég var búið með launin mín í borg 2 held ég. Það var launin farin, sko. Og 3 borgir eftir. Já, það var þetta bara farið. Þá var ég bara komin á kortið mitt og að reyna hanginni. Ok, þetta er sko nefnilega, það var líka þegar við vorum í Brussel, þá sá ég glitta í myrkur þarna, sko, sem ég ætla ekki að fara inn í, sko. Jú, farði í þetta. Steindi átti svo geðvöka línu í draumum frá fattaði, herru, ég er búin að spila meira en ég fæ greitt fyrir seríuna sem við erum í. Ég bara, það er skellum maður. Já, þetta er ekki hægt maður. Nei, þá erum við bara svona tildulega nýbyrjar að þekkjast. Hann bara, herru, ég veit hvað ég geri. Þetta er náttúrulega bara við vinirnir. Það er bara eins og ég að fengi fritt flug og hótel. Við bara njótum og höfum gaman. Það var svona að reyna rétt. Það var svona að réttla þetta bara, herðu.
Það allt frítt hérna, hótelið og flugið Já, enda mælum við nú ekki með þessu. Þetta dýrskrið. Nei, heyrðu, þetta byrjaði gleðilega og enda bara, ég bara þetta var eins og í Brussel, þá vaknaði ég við ykkur skilabóðum og Steindi hafi strækað feitt náttúruna, sko. Já, Tjörvi og hann var í herbyggja móti mér. Þú fórst ekki eins og með? Þú nefnir ekki svona kittir. Ég reyndi að ná honum. Og líka það var þeir sögðu strákarnir að þeir allavega vildi ekki fara á þann stað andlega aftur sem Steinþór var komin á, sko. Og ég bara allir nema þú. Til hamingju með sigurinn og hárlega ég satt niðri, sko. En Tjörvi tökum að vera uppi. Já, það er gott. Tjörvi var skilið en okkar besti maður. Hann allra bestur. Alveg snillingur. Sveppi Krulga var að minna svona alveg lestur, sko. Já, það var svona mesta Don't Meet Your Heroes dæmið sem var bara gest á Íslandi. Hann er ekki sveppagengir eftir þetta, sko. Sveppi þarf að ná honum. Sveppi þarf að ná honum. Já, það þarf að ná honum tilbaka. En erum við ekki sammálaðsatringi þegar veðrið er svona á Íslandi þá er þetta besta land í heimi. Gætu ekki bara fengið einn mánuð svona. Þá væri maður sáttur. 16 gráður í morgun, felt like 90. Ég veit það. Þú veist, þetta er ótrúlegt. Við vorum á Fossinum áðan, bara allir í góðu skapi einhvern veginn, allir að hlæja á borðin að spyrja, bara að tala sína milli, bara fólk verður bara miklu glaðar. Það er enginn að rífast núna, sko. Nei, enginn að töða. Og það verður gott veður á morgun, veitu hvað það þýr? Það þýr að verður einhvern rotaður á Icebox í kvöld, hann fyrir hressin í fætin, vaknar hressa á morgun niður í bæ, í sól. Við erum allir að fara á Icebox og ég held að ég er nokkuð viss maður að sé uppselt, en ef það er ekki uppselt þá er þetta inn á text.is, þá er kannski örfáða meira eftir, en við erum að fara allir mæta þarna og blöða, við ætlum nú að stökkur hringinn og búin að lofa því. Það er alltaf gaman þegar Steindi búin að lofa ykkur. Ég lofaði með coach að við myndum stökkvinni hringinn og taka 2 stemningslög þarna. Stemningsmenn. Ríf upp stemningu. Það er bara þannig. En annars erum við með veislu handa ykkur í dag. Gæru hlustendur, Brandarhot Seniors. Don't call it a comeback. Það er helviti langt hérna hann var. Við vorum heppnir að datt inn því að sko messengerin datt niður á hann. Og hann hringdi mig. Instagram, ég var með burn á ykkur báða klárt hérna eftir svikin hann sem var litað útsendingunni. 20 mínúta svik. Og það er ennþá bara waiting for connection, sko. Þetta er stóri leki. En málið það, Senior hringdi sveittur, sko. Hann var búin að reyna að senda þetta í gegnum messengerin, það virkaði ekki. En hann náði að senda með 3 brandara. Þetta eru bara 3. Það eru bara 3. Ok, minnst það sem við verið maður. Það er sko þetta séu góðir. Yfirleitt er þetta svona 10-15 brandara sem hann sendi, sko. Nú ólst þú upp með Steindadóri. Var Seniorinn að dæla brandurum eða var hann strángur? Já. Hvernig svona minning þín að Seniornum? Hann var ekki strángur en það þurfti að hafa bönda á drengnum, sko. Mamma var samt eiginlega svona aðeins strákari, sko. En Steinþór hefur ræktað brandarakallin í pappa sínum, sko. Þú veist, hann kunni náttúrulega bara uppálega bara 2 brandara en sér nú sendir hann bara 3 eins og ekkert sé á 3, þetta er 11 dagir. Hann kunni bara 2 sem hann endurtók sem voru mjög góðir, sko. En þeir voru svo, Steinþór svolítið, eins og segi, ræktaði þetta í pappasögnum, sko. Það varst ekki þegar hann kom heim og ætlaði að sjóða egg. Jó, það var svakalegt, sko. Hvað var það? Pappi er alltaf fyndið, sko. Nei, það vorum að gista bara, við vorum alltaf, sko, ég og Dóri þegar vorum ólingar, þá var þetta yfirleitt þannig að annarkvort gisti ég upp í Dal eða hann gisti hjá mér og þetta var eiginlega bara nánast orðið hverja helgi. Það bara vorum alltaf að snáðast eitthvað og þvælast og vissinast. Nei, þá kom Seniorinn heim, hann hefur verið eitthvað að hitta félaga sinn og var hann að hitta mennina? Hitta mennina og búin að fá sér 2-3 og svo var hann bara að fara í hátinn og allt í og fenni okkur hugmyndum að þetta sjóða egg. Ég var að sjóða okkur sigga og sjóða okkur egg. Ég var að sjóða okkur egg. Dóra fannst það skemmtilegt. Er það sagan? Er hún búin? Hún er búin. Þetta var þetta ekkert nema eitthvað er gest. Nei. Já, vantar aðeins í þess að sögu. Er það? Já. Hvað vantar? Var hann ekki á okkur kamoflas nærbuxum? Hann er alltaf verið svona smá gammósíukall. Þetta rándið það er í kamoflas narjum. Jó, það getur það að vanta, sko. En hefur þið tekið eftir hvað Steindi er að breytast í pappa sin? Já. Hann er verið nákvæmlega eins. Ég veit það. Við verðum allir. Já, við verðum allir því miður, sko. Það er þannig. Þú veist, þú ert bara eins og pappi þinn líka blöð. Nei, og Dóri, þú líka. Ég er mjög ólíkur pappa minn. Er það samt? En þú ert að verða reyndar eins og pappi minn líka. Þegar pappi minn og pappi þinn eru Þú verður svo Dóri-stjóri líka. Við erum með Brandarhot Seniors. Við ætlum að fara ekki í þekkið, við ætlum að gera það sama og það hjemmið með okkur daginn þegar Egill var í fríi og þetta er basically að kynnast Dóra betur. Þannig að Dóri DNA fær svona 10
vinsælustu spurningar þú þekkið ekki og hann þarf að svara þeim hérna eftir Top 10, nýjasti liðurinn í F95 blöðastindi. Hvað er að vinna með í dag í Top 10? Ég ætla að vinna með það því að þið eigið það sameiginlegt, drengir. Þið eru með marga kæki. Er þú kækjamaður? Já, hefur ekki sett Ég Dóra. er bara hálfu með túrett sko. Þú ert alltaf með henduna. Já, nefið og svo stundur gerir svona niður nefið. Hvernig eru kinnarnar? Slær á kinnarnar. Og svo fyrst Dóra. Dóra er fyrsti maðurinn líka sem eiginlega sá mig að þú veist fatta þetta hérna og þetta fengur og bara, hvað varst að gera? Ég bara, ég er að sáðu hvað hann gerir. Það þið sjáu ekki er að ég svona stundum slæ saman höndunum mínum svona hratt og svo nutta ég nefið á mér svona upp og niður eins og með klæða en verður að enda niður og svo slæ ég mig svona þrisvar á kinninu og svona Það er alveg, sko ég get ekki sagt mikið, ég er alltaf hérna, ég tek báðar hendur fyrir yfir augabrúnir, nuttar andlitið, nutta kinnarnar og svo tek ég þennan hérna og fyrir svona aðeins yfir. Og svo fyrir Dóri, sko kicks. Ef Dóri kemst í góðan saltstök, þá líka sleikir hann handabækið og neglir nokkur á sig og fæsir, sleikir. Þú ert að tala Það er bara saltið og selð. Þú ert að tala kartöflukrydd og veistu það, ég hef ekki gert þetta síðan ég var svona 23 ára. 20, ég ætti að mynda að segja 14. Ok, kannski 14, ég veit það ekki. Hvað varst alltaf, ég ætti bara kartöflukrydd. Nei, þú veist, ég kom á veitingastað, ég var gráð svín og þú veist, ég var býðist í matnum og stundum hann komið svona sleikti handabæki og setti smá kartöflukrydd og sleikti þessi. Það er við dæma ekki, þannig að ég er með top 10 vestu kækir. Þannig að ég fer yfir þetta bara og Top 10 vestu kækir. Já, og ég ætla að byrja á fyrsta sætinu. Heyrist í headphone-unum ykkar? Vinna minni. Já, þú getur hækka og lækka bara hér. Já, ok. Þetta er bara svona upp ákvæmt með headphone-una, það heyrist ekki þér. Ég er nú með 3. Svo erum við með Kortmyndur frekar. Dóri DNA, hann fekk smá heimaðinu og átt að sjá Kortmyndur frekar. Ertu búin að græja það, Dóri? Þau eru líklegast ekkert í samband. Þau eru ekki samband. Nei, það er ekki eins að heyri ekki. Plöt er að stríða þér. Ég er búin að græja þetta. Ég er með rosa hlaðna spurningar núna. Ok, love it. Og svo, já, erum við bara í alveg gýritan drengirnir. Það er synd að þurfa að sitja inni. Af hverju skipulegur við ekki pínu að bara vera úti með þáttina. Ég meina, þú veist, þessi spá kom ekki óvart, ég vissi að þessi spá sko. Maður vissi þetta var á leiðinni. Það var alveg svo morgun og alveg svo sunnudaginn. Það er grillviðvörun sko. Það er bara sumarið er komið og já, við ætlum að opna þáttina. Það styttist í, talandi sumarið, styttist í Vestlunarmannahelgina. Ef þú eru ekki búin að tryggja ykkur miða á Stadium F95 blöð, farið inn á tix.is og græðið ykkur miða strax. Þetta lag verður tekið þar, enda lag ársins í fyrra. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hlunurinn á mér og þér að ég er á þessu, drengir. Dóri, nú ert þú svona á þessu? Já, það ert ekki á öllu. Jú. Við ætlum vona það. Hérna, ég kallaði nú einhvern veginn rappappa hérna, það fór illiði, en þú fylgist vel með rappi. Já. Birnir, er hann ekki með svona stærri sem hafa komið? Jú, Birnir er frábær listamæður og hérna, og hann er bara svo einhvern veginn Hann er bara einhvern veginn með þetta. Bara orkan í honum svona núna er að hann er svo nýbyrjaði, að þú veist, mér finnst það svo eiga svo mikið inni að ég hafði hann ekki á lista yfir eitthvað bestur rappara Íslands daginn. Nei, ég sá, þú varst með topp 5 lista þarna. Af því að mér finnst hann bara vera svo einhvern veginn rosa rétt farin á stað sko, en hann er stórkostlegur. Búin að gera svo mikið, en hérna fylla höllina og allt maður, en bara ég held hann eftir að gera það 20 sinum. Já, ég er nefnilega held að líka, og það sem ég dýrka við hann líka er að það er bara svo mikill metnaður í öllu sem hann gerir, ekki bara tónlistinni og vídeóinn og heldur líka bara allt alveg bara, þú veist, í plötuumslög, í öll gimmick sem hann er að gera og allt þetta er allt. Hann var líka eiga það, hann er með X-Factor ef hann lappar inn í herbyggið og finnur fyrir honum sko. Já, það er eitthvað sem er ekki hægt að kaupa en ég kenna. Hann er alveg stjarna. Já, það er svolítið þannig, við ætlum að fara í slúður, drengir. Já. Og já, ég verð að viðurkenna það að þessi slúðupakki lita svolítið að því að við Steindi sátum á Fossunum til 15:40 í kvöldum. Er þetta ykkur? Þetta er, ég hef átt betri móla. Ég verið í þessum þætti 900 sinnum og það kemur alltaf eitthvað, það er óvenju þund. Nei, ég er oft með geðveika pakka. Ég hef sagt bara, herru, það er alvöru pakki að koma. Þessi pakki er alltaf fyrirfram afsakaður sko. Ég greinlega viti að þáttarins alltaf í slæmupakka. Er það fara í nærbuxur og kjóla? Ég læt Beckham hjónin alveg í friði en ég ætla að byrja á rosalega slúðri. Tim Allen, okkar besti maður,
Hotline Heimilis Horfðu þú á þætti? Alltaf ég líka Alltaf Hvað hétt áttur nágræn? Wilson Man langaði svo að sjá hann Man sá hann aldrei Vist aldrei að sjá hann Herru, hann 72 ára Það náttúrulega að koma Toy Story 5 Og hann var spurður út í föður hlutverkið Og hann 2 barna faðir En ætlaði aldrei að verða pappi Og hann var náttúrulega díler sko Já, hann var hérna Hvítur hraðlistinni hann var satt inni sko Hann var handtekið með alveg nokkuð stykki sko. Já, Tim Allen Já, hann var svaka, hann var prakkari Já, prakkari, það eitt að vera prakkari Hann var bói, hann var með þunna móttu sko. Það rost Þunn mótta, fullt af stykkjum Hann leit út svo Franklin Steiner, ég ekki greinast En sko, hefur hann gert eitthvað eftir Handlæn Heimlisvæð? Ok, hann náttúrulega Bósi Ljósár Leik náttúrulega í Santa Claus sem risamynd Já, ok, já En það fyrir ekkert mikið fyrir Tim Allen Nei, hann sko, hann á alveg inni ef hann sko, það var alltaf gaman að kemur bara til með sig einhver rosa vel skrifuð Hann þyrfti svona Tarantino eða bara einhver rosa dramasería sjómasería sem bara alveg sería og hann myndi koma bara og rúla inn 72 ára, má hann ekki bara slappa af? Jó, svo vill hann þetta ekki hann ekki bara búin að, þú veist, hann hefur fengið nóg líka ef hann var að það geðveikt viðtal við Norm Macdonald í svona podcasti þar sem Norm vill bara tala þegar hann var í fangelsi og fyrir hvað hann fór í fangelsi og ákveður var með svona mikið kókain og eitthvað og hann alveg bara neina að hætta, please hann bara eitthvað, yeah but you know, 4 pounds, it just sounds like Norm var bestur sko. Það aðeins betra að slúður að Tim Allen hafi verið díler heldur en hann ætlaði ekki eignast börn Mólin það lélugu sko. Var slúðrið að Tim Allen vildi ekki eignast börn? En ástand börnin? Ég held að þetta væri sko upphittun Nei, það var svolítið þetta er svona Toy Story 5 var að koma út og herru, talandum hérna Tarantino ég fór að borða í gær á Lólu Já, mjög gott Er það grínast, bara með betri mat sem ég fengi Það bíó bara inni og allar á klósettin það bara bíósalur, þeir voru að sína Pulp Fiction í gær mér langaði bara að setjast og horfa hann ég hef ekki séð Pulp Fiction, held ég bara sem hann kom út Ég revi hana ég þarf að taka hana En já Herru, Sydney Sweeney, þú þekkir hana væntalega Dóri, ertu ekki svona þetta eitthvað svona pervert Þú getur að kalla gesti pervert Nei, en þú veist alveg hvernig þetta Þetta bara leikuna Já, þetta leikuna og ég fylgst með Euphoria og svona Já, talandum Euphoria, þetta örugglega svona skástimólin hjá mér í dag að það hefur mikið rætt að hún og Zendaya séu óvinkonur Ég nefnilega á þess að þætt inni Þetta góð þættir, ég ekki búin að horfa á 3. seríu Nei, hún spes Ekki, fyrstu 2 seríuna voru mjög góðar Og sérstaklega að loka þátturinn í annari seríu algjörlega nuts Hann gerir þetta allt þess virði sko Ég veit það, og bara ég mæla allavega með fyrstu 2 seríunum Dóri segir að 3. sé ekki góð Já, það búið að vera mikið rætt það að það séu óvinkonur því að það séu fylgi ekki sömu pólitík og annað hún vil meina núna að þetta séu mjög ýktar sögursagnir ósætti þeirra á milli og svo var líka talað hún hafi verið að reyna við Holland kærasta Zendaya, Batman Já, er hann Batman? Nei, Spiderman sé Já og basically slúðrið að þær eru ekkert eitthvað óvinkonur Nei, það er bara vinkonur Takk fyrir þetta blöð Það eru vinir Þetta er gott að fara inn í helgina með að vera búin að En myndi maður ekki alltaf, eins og segjum að Það eru smá óvinkonur sem sagt Ef að við værum ósáttir, Dóri segjum að við bara værum að leika í Júragarðinum og þetta væri Bandaríkin Þetta væri bara risaserja og við værum að það væri ósætti okkar á milli myndi maður ekki alltaf segja Nei, við Dóri erum góður Já, við vorum að heyrast eitthvað svona Já Þú myndir aldrei segja bara í þólan Sko, það er smá ítlindi á milli okkar Hann er ekki uppáhaldsleikari minni í þessari seríu En pældi hvað þetta flæki mikið Þú veist, í einhverju tökuferli kannski er þetta margir mánuðir, sko Og það er einhver, þú getur bara ekki verið í sama herbyggi og mótleikarinn og þeir eru í fullta senum, endalur saman og þeir eru að æfita Hefur þetta gæst í Íslandi? Dóri, nú ertu mesta slúðudróting síðan þetta Já, ef þú ætlar ekki að vera móðga með þá lappa ég út og þið getur bara vera að tala um hvað þið töfðuðu miklu í AC og í 2 tíma Sko, þú ert ekki slúðudróting en þú heyrir mikið Ég kalla það slúðubóin líka, sko Slúðubóin Veistu hvað, já, ég ætla að fullyrða að þetta hafi gerst á Íslandi og á stóru nöfnum það sko, ég að segja þetta bara því hún er útlensk skilur og fréttir þetta ekki en við skilst hann að Naomi Rapaz hafi ekkert eitthvað verið sérstaklega blíð við tökur í dýrinu sem er stór leikona skilur
skilst hún hafi bara alls ekki verið blíð sko. Og og já, leikarar hafa, og þú veist, ég hef bara unnið í leikhúsi í bara stórum sýningum þar sem það hefur verið bara konstant að stilla til friðar sko. En er það ekki leikstjórinn alltaf mættur, hefur komið strákar inn í herbyggi, hver gangi þetta? Það rosa svona, líka aðstoðleikstjórar sem fara inn í þetta, það fer eftir því hvað þetta alvarlegt, stundum sumir leikstjórar eru bara, þetta er gott það hefur aldrei, sko við höfum rætt þetta áður hérna, það hefur aldrei verið eitthvað svona celebrity beef á Íslandi, ekki eitthvað svona stórt. Nei, ekki stórt, ég alltaf var myndur á það, ég bífaði þessu Bubba einu sinni. Hvað kallaði það aftur? Útþynt gen af Nobelskáldi af því ég sagði að bandið að Bubba var algjör ræpa og þú veist og við erum náttúrulega perlu hvað að hlæja bröndurunum í Bubba Mortis. Það er bara svo gott hvað svaraði þessu hratt, þetta er ekki búin að gleyma. Ég var rifið allt upp dæma. En þeir var fljótir að bury the hatchet. Já. Að grafa stríðsöksuna. Já. Steinþór. Já, það, við vorum stökkir að því sko. Jú, en voru ekki að lýsa saman boxi og eitthvað? Jú, og erum bara perluvinnir í dag sko, og bara, þú veist, erum bara skuggaboksa hvort annan í bara nokkra lotur þegar við hittum sko. Okay. En ég myndi halda að fyrir vinnot okkur Bubba þá var þetta nánast nöðsynlegt að springa svona inn í hann einhvern veginn sko. En það varst þú sem að startaði því bífið? Ég sagði að þáttu væri ræpa og í einhverjum fjölmiðlapistli og hann sagði að ég væri útþynt gen af Nobelskáldi og þú veist, og kannski er það svona sem maður á að taka gagnrýni svona, þú veist, einu sinni sagði ég eitthvað mynd frá Baltasar væri ekki alveg nógu góð og hann var mættur í eitthvað Íslandi bítið daginn eftir bara eitthvað, þessi drengur veit ekkert hvað hann er að tala eitthvað, hann var verið líka, þú veist, ef eitthvað gagnrýni mig, ég fer í mannin en ekki boltan. Það er bara ég hringi vini mín það er það að kottfæra það er það sem þú hefur bara lært í gegnum tíðina og það er það sem allir gera, skilur og það er smá það sem maður á að gera. Það er bara þannig og bara fílar ekki þáttinn út auðningi. Ég ætla ekki að fara í lokamólan. Akkur ekki? Emilia Ratajkowski, veit ekki hvað það er? Já. Hún og fyrrum eiginmaðurinn hennar stundu ekki kynlíf í 4 mánuði eftir barnsburð og eru skilin í dag. Hún vil meina hann sé kynlífsfíkill og gæti ekki staðið undir þessu. Var hún ekki með Pete Davidson bara daginn? Hvað skoða mólar er þetta? Þetta er skoða gömul blöð að fá þetta. Þú ert að skoða hefur gömul blöð. Á fossinum í bjór til bara 15:40. Ég veit það, ég satt einn hérna í 20 mínútur út af því, skilur. Þannig að ég þurfti að bara fara ógeðslega hratt yfir slúri og ég beðist afsökunar. Þetta var hræðilegu pakki. Þetta var ekki nógu gott sko. Ég ætla að hætta ykkur þetta upp, ég er strax eftir auglýsingar því að þá ætlum við að kynna stóra betur. Ég er svona slúður kökka, fá alvöru slúður að þetta. Ég undirbjóð það hins vegar á fossinum, þannig að kynna stóra betur strax eftir auglýsingar. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Hvað er þér að hlusta hér á FM 957 blöð á FM 957 Ghetto Gospel Tupac í bara og Lasti hérna. Já, Elton John maður, okkar besti maður. Já, þetta er geggjað sko. Herðu, við verum að minna á það er sumarleikur Blöðkassins á sunnudaginn og það er ekki flókið, ef þú ert áskrifandi af Blöðkastinu þá ert í pottinum. Við ætlum að draga út meir en 50 vinninga. Þetta er svona unboxing, þetta er basically sama og litlu jólinni á okkur. Við gerum ekki nefn, sko, við setjum bara opnum pakka og drögum svo bara áskrifanda og það eru konni sturlaði vinningar. Já, sko, PlayStation 5 og fleira sko. En það þarf ekki að gera neitt, þú bara heima hjá þér á bumbunni, horfir og býðir eftir að nafnið til lesi. Svo náttúrulega er alltaf það er regla, þetta er 2 ári hjá okkur. One on one spjald. Og gæti ekki verið dýrari núna. Nei, það er Kolbfaður, Ásgeir Kolbensson, hann er í röðinni frægu á leiðinni í skimun. Þið sjáu þetta á Instagraminu hjá okkur, manstu eftir þessari myndóri þegar Ásgeir Kolbensson, það var allt vitlaust, hann stóð í símanum ekki með grímu á leiðinni í skimun. Já, ég man eftir. Þetta er einn fyndnasta mynd sem ég séð á æfuminni. Já. Og hann fær alltaf eitthvað svona, Kolb er bara þægilegasti náungi sem ég kynnst, hann fær stundu svona óþara, muni ekki eftir að það var innlit útlit. Og þeir hjólið eitthvað í hann út af eitthvað. Já, það var alltaf brjá. Af því að hann var náttúrulega að segja bara, já, þetta þarf að fara eftir viðbjörn, náttúrulega fólk sem bjóða. En ef þið kíkið á Instagramið hjá okkur félagunum, einhverjum á okkur, þá er
myndband af Kolbarnum að árita spjaldi, það mynd af spjaldinu, Instagrami hefur legið niður í dag, Meta lá niður Ég fattaði bara áðan hversu háður ég Messenger en það lá niður en það er allt up and running núna, þannig að það er hægt að fara núna inn á grammið, kíkja á okkur strákana, sjá vídeóið af því þegar hann sæna, hann sé líka spili í fyrsta sinna og svona. Við endum á þessu, við endum alltaf one-on-one spjaldinu en ég get sagt ykkur það er 50 skona geðabrif frá Dorma, það er PlayStation 12, það er 100 skona geðabrif á bensinstöðu og fleira. Þetta er á sunnudaginn í beinni á Vísi klukkan 7:30 og Dóri, þessi one-on-one spjöld sem hafa verið, við þurfum að hendi spjöld af Dóra næst sko. Það er þessi spjöld. Þau eru meitt alveg Dóra spjöld. Þau hafa farið á sko. Ég var til í Dóra sem úlling. Já, það er búið að bjóða, rappara Dóra, það er búið að bjóða 500 skall í sumarsins spjöldum og þau eru ekki seld sko. Ekkert spjald verið selt. Veljúð er hátt þarna sko. Já. Þetta er orðið svona fjárfestinga. Þetta er fjárfestinga, já, bara svo sem á vúrþplötluðis, þetta er bara innborgun í íbúð. Ég var til í að eiga það spjald sjálfur með þess að. Já, þú voru að kaupa það, þú veist, að tímir í. Og hver er að sýsla með þetta? Það er bara fólk sem hefur verið dregið. Fólk sem vinnur. Það er bara dregið út. Okay. Já. Herðu, við ætlum að fara í ekki þekkið ekki, við ætlum að fara í að kynnast Dóra. Og ég ætla að spyrja Dóra hérna nokkra spurningar sem hafa verið í dagskrárliðinu þekkið ekki. Á ég að setja lagið undir? Já, setja lagið undir, það er nú þægilegt sko. Og þú verður að vera alveg hreinskilinn, Dóri. Þarft ekki að segja það. Nei, Dóri er hreinskilinn maður, í dýrka það. Herru, setjum þetta hérna. Ég ætti að svara þessu svona 9 sinnum áður en okkur let's go. Nei, það eru spurningarna sem þú verður ekki fengið. Það er alveg lofaði því. Tilbúin? Okay. Ljúfið tón og konur á. Býtu, fá mér í verðina. Já. Þá er ég truthful sko. Já. Og falsar ekki kærleika. Ok, hit me. Herðu, það var fyrsta spurning. Hvað er ég að kvefast til? Hvað vildur þú verða þegar þú verður stór? Hótelstjóri. Já, alveg. Hótelstjóri? Þú getur alveg að gera það. Já, veistu hvað, þetta er bara, það fannst eitthvað plagg sem var eitthvað ég eftir 15 ár sem ég skrifaði fyrir 15 ára og það kom fram að ég ætlaði að vera hótelstjóri. Ok, ákveður lætur það ekki rætast? Myndur þú vilja þetta? Af því ég skipti drauma, blöð. Það má skipta. Já, hótelstjóri, geggjað það. Það er samt alveg svolítið góður í ykkur svona. Var það góður með svona sveit á? Ég væri frábær í. 2-3 og lappandum og bara eina moment sem ég hef átt á ævi minni þar sem ég fann að eitthvað lá fyrir mér og ég sneri mig við og það stóð sérfræðingur og sagði þetta er eitthvað sem þú ættir að íhuga að leggja fyrir þig. Það er fasteignarsala og svo sem sagði þetta var Venni Power. Það eru líka alveg þættir. Já, það er ekki þættir maður. Það er ekki eitthvað náungi líka. Það eru Kolbarnar sem þú ætti að vera nær mæktum. Það er komið núna, ég heyri betri í þér. Þú vildi vera hótelstjóri. Þá er það næsta. Í hvað íþróttum ertu bestu, Dóri? Nefalegum. Einhverja fleiri? Sko, ég náttúrulega var byggamistari í handbolta í 4. flokki en svona allan í minningunni voru við bestir á bekknum ég og Gísli sko og svona miklu pepparar og setti mikið inn og þeirra voru 6 undir en ég, þú veist, nefaleikar. Varstu æfður í fótbolta og handbolta og svona? Já, við handbolta og var byggameistari í 4. flokki sem er sko eldri en fótbolti. Þú veist, það er þriði í fótbolta. Já. Og hérna, Ernir var atvinnumaður á liðinu og Maggi var íslandsmeistari með Val og fleiri góði sko. Já, þetta er alveg lið. Alveg lið og hérna, en ég bara því miður byrjaði sent í íþróttum og hérna, og varð flinkur í nefalekum. Getur þú nefnt með 3 íþróttir sem út betri steindi? Nefaleikar liftingar handbolti örgulega og handbolti. Já. Herðu, hversu blöytur ertu á skalanum 1-10? Það fer eftir ástíðinni. Já. Hvað myndir þú segja eins og í dag? Sumar. Rakur. Já. Ég meina, ég opnaði flösku í gær, við ætlum að fara í eitthvað steinefla spasl, ég var með alveg bara hálft staffið í sérefni bara á línunni einhvern veginn en svo eyðilaði ég spaslið sko. Sett mikið vatn út í það. Þannig að en flaskan fór samt niður sko. Og það ekki hann eða smálur það? Nei, ég ætla að gera þetta sjálfur. Þetta gerist þannig. Hann er að svona en ég er aldrei sent úti, ég er aldrei lengi úti, ég fer aldrei sent að sofa. Ég Þú opnar ekki basic og mér finnst gott að fá mér bjór svona eftir vinnu og á kvöldin og ég hljóma sér ekki að afsaka mig eitthvað svona, þú veist, fucking lífið er gott, ég er snillingur ég sitt í kastali mínum á kvöldin og ég skála yfir velgengni. En þú ert líka ekki að opna, þú veist, einhverja
basic flöskur oft. Þú ert ofta að opna eitthvað svona náttúruvín Já, sem þú ert bara búin að gott vín safna Já, opnaði bara svona- geðveika flösku gær frá Tenerife, bara ég er að fara að kaupa aðra sko. Hvað kostar dýrasta flaskaðin? Núna, Já, sem átt heima svona 120 helsilu Já, ok Þú kaupir ofta einhverja flöskur þegar við erum að ferðast. Já, Og meðan þú ert að kaupa þér mussu menn hann kaupir sér mussur og svona Áhugamálin eru ólík þarna. kveik, svona upptakara sem eru tippi og timbri Og leysera. og leysera Dóri sendi á mig þegar ég fóruð á eitthvað veitingastæðin daginn eitthvað bara, herru, við þurfum að ferðast saman núna Ég get ekki verið með þessu manni, þá varstu að panta Ég er eitthvað ekki- franskar og eitthvað, þú varst með eitthvað fisk Herru, við vorum Dóri fer við alltaf yfir hafið á frægum fiskistað og hann var bara, herru, ég ætla að fá hérna kjúkling, hann fekk bara svona barnamatseðil eitthvað Ég bara langar ekki að smakka fiskin hérna við Bísa sem á að vera skuggalegu En málið það, þessi fiskur er, þú veist, hann kemur eins og fiskurinn er í hafinu, fattur hann kemur í róðið þarna Já, en sko, þú tekur enga sénsa erlendis. talar við þig, Enga fiskbekkjana á sénsa, fisknum. þú veist, fólk deyr þegar að borða vondan kjúkling Það voru ekki bara naggar eða eitthvað Þetta voru nánast naggar en síðan var ég eitthvað ætlaði að siga Twitter á hann og komst í ljós að fólk var bara tímstendi fólk er ekkert mikið fyrir að borða grillaðan fisk Nei. Við hafið í glampandi sóli á Ibiza En var fiskurinn góður? Hann var mjög góður og hérna og gaman sko Já, stæði. Ára næsta, hver er þín helsta fíkn, Dóri? Matur, Já Auðsvaran annars þú veist Ertu nikotínfíkill? Já, ég vaknaði með soðuna vör í morgun því ég svaf með þetta sko Stindi, lendileg, ég hef Já, aldrei Stefán kallar sofnað þetta einn með á kottanum Ertu að borða þetta eitthvað? Já, kemur alveg fyrir Fáið ykkur í vöruna eftir í tannbestuð ykkur Kemur fyrir Já, kemur Með steikt maður Þá er ég bara búin að check out Potti annað og einu vör í sömu hlið, pottið og vörinn. Sérðu reglur fyrir allt Já Einn á kottanum, það er sama hlið og pottið er að Já, hlusta ekkert að lagst á hérna. Uppáhaldstelling Ég er í það Hjammi var ekkert eitthvað að skafa hana þessi. Nei, ég ætla bara að heyra hvað Dóri segir Ég er hundakall Já, það er saman Þá er það hvað er your spirit animal? Hvaða svona dýr tengjur við? Hunda, Ok, golden retriever og labrador okkur Af því þeir eru alltaf Traustir. glaðir og traustir og vilja bara vera með Þú og... tekur samt mood swings Ég veit það er það versta við mig Já Það er minn hestigalli En því að þú ert oftast Minn glaður hundur er- Hann er held ég ekki það tröstur sko. Ekki? Nei, Það myndi hann- svíkja. Hvað heitir hann aftur? Guinness, hann Nei, hvað heitir tegundin? er portugalsku vatnahundur. Og hérna, Sem þú ert með? já, Hvar fyrstu það? Þetta er meira eins og bara hestur að reyna að vera kind ég fekk hann bara hérna á Íslandi. Og hérna, Portugalska vatnahund? já, þetta er ekki, sko, það er ekki mörg gott búin að Herri Steindi, þú ert að hlaupa niður og Lífa var að senda okkur pítsuna Við vorum svo svangir Er það? Já, við vorum að fara niður og taka Já, En hann er svona, þú veist, hann skiptir hérna húsbónda. Já, Bara sá sem- farðu. sá sem klappar honum, hann er bara uppáhalds, þú veist, hann er ekki lojal, sko. nei, Hann er ekki bara, loyal. hver er bestu við hann? Já, Já, herru Steindi allir að við vorum mótið svangir hérna og bara sjáta þetta á Lífa hendur pítsu hérna yfir Ég spyr Dóra bara með hann Við vorum í spirit animal Já, það er bara hundur Þá er það næsta, ef þú er í bíl, Dóri Hvaða bíl verður? Þetta finnst mér mjög góð spurning Já. En ég væri Svona 98 Range Rover held ég Ok Svona eins og Kristoffer var á í Sopranos Það er mjög fallegu bíl og finnst mér standast tímans tönn og tökkur í honum en svona þú veist, svona luxusin er ekki alveg luxus, þetta er ennþá jeppi Já, Þetta er ennþá jeppi og þetta er fara fýtt í- bíl Þetta er gott Fínn bíll. merki Já, svona... en hann sé gamall, ég er ekki nýr bíl allavega sko. Nei, Nei. ok Þá er það næsta, hversu svalur ertu á þínu mati á skalanum 0 upp í 10? Finnst þér út töff, Dóri? Ég á moment Ég er solid 7-5 þó ég sé stundum með plömmur Ok, 7-5, það er gott svar Það er gott svar, hérna það var ekki pizza, sko. Hún er ekki komin, hann var að senda hún er komin Nei, hún var að senda Hvað hún er er búin komin að svíkja allir í dag? Nei, Eða legasúpan herru, Bíða þarna á Viktoria er að hitt, ok Þá bara fyrir að segja mér eftir smá Hvað ertu hár, Dóri?
1.88 Varst nú hærri? Ég var hærri en ég er búin að síga. Ég er búin að spyrja þessi blöggastinu. Ég spurði þig að taka 10 milljónir. Hann vil ekki að spyrja þig aftur að því. Málega það, ég held að segja við sem jafn háir. Nei, ég er 1 sentimeter hærrið þú. Þú heldur það? Ég held það ekki, það er bara búin að mæla það. Þú varst það? Ég er það ennþá, það er nýbúið að mæla. Nei, varstu mældur þú fórst í vegabrif? Nei, ég var mældur með að því að Rakel er í sama dæmi og þú. Hún vil meina ég sé ekki 1.79. Þannig að við vorum með Matteo daginn í einhverju sprautu. Lét lækninni mæla mig. Ég var 179,3. Í skónum og öllu? Nei, úr skóm. Sko málega, ég fór nefnilega alltaf að reyna að búa til Nei, því að ég fór með stelpunar að því útskráður 1.79 vegabrifnu. Ég fór með stelpunar í nýtt vegabrif bara fyrir það. Og Til lukku með það. Ja, takk, en sem er ekki frásögferðinum að þá var svona mæling og það var enginn að vanda það var bara svona, hvað er hún? Enginn að vanda? Já, ég er mér sýnist að það er eitthvað 1.50 og kannski 2 eða 3, það var ekkert verið að Ég fekk bara svona hvíta stíku á hausinn. Ég var mældunum bleitn og 90 þarna sko á sín tíma sko. Það er nefnilega máli, þetta virkar ekki. Og ég lifði í 20 árið þar sko. Þú ert í rauninni sangat Dóra sko 1.77. Ég er herri. Það eru 2 eftir. Menn síg eftir 40. Hvern langaði mest til að hitta, Dóri? Og mætti hitta hvern sem er í heiminn? Akkurat núna. Og þú ert að tala um bara svona hitta eins og maður sér fótboltamann á flugvilli eða hitta eins og ég. Hann er til í að spjalla við og taka eitt rauðinsglas með. Já, veistu það, það er rapparinn Action Bronson og Nautansækur. Rapparinn hú? Action Bronson. Það er þetta rosalega að hugsa ykkur 2, ykkur staðar bara. Hann er rappari og hann er kokkur, hann er með þætti sem þetta Fuck That's Delicious. Okay. Hann er mjög frægur, blöð. Ég veit ekki hver þetta er. Steindi veit ekki hver neittn er. Þú veist, hann gefur út skó með New Balance og svona. Þú veist, en hefur eftir New Balance? Já. Tekki það. Og ég hef hitt hann, sko. Ég hitt hann á Vínhátíð í Fraklandi og spjallaði eins við hann, sko. En hann var mjög þar, sko. Hann bara, En er ekki New Balance svolítið ungmaxing? Skór? Það er alveg ungmax í því sko, alveg mikið sko og þetta er náttúrulega í fyrstu blaðsíðuna stuff that white people like sko en strákar, ég nenni ekki að útskýra fyrir ykkur, þú veist, það er bara svona cool dót sem er alveg smá white boy dót að koma frá New York og hann er bara svolítið svona yfir því, skilju og ef ég útskýri það, þetta hljómar Já, en það er ekki, þú veist, eins og bara Chappelle, það er hann Það var það síðasta spurning Hvernig er draumadagur þinn? Þú mættir bara búa til eitt draumadag Hvað myndir að gera? Fara mótni til kvölds? Já, bara frá því vaknar og eitt fann að sofa 11 Ég myndi byrja á því að smíða eitthvað staðar í vel útbúnu vestæði þar sem getur bara verið einn að pæla í því Með eitthvað í eirónum eða ertu bara Nei, bara hlusta á verkfærin og svo myndi ég fara í gufu og svo myndi ég borða eitthvað gott og svo myndi ég bara drekka þangað til að Úti í sól sko og þangað til klukkan slæri eitthvað sko Bara fisk með roði Þarna myndi, herðu, pítsan er komin maður Þetta er alltaf að gerast Pítsan er komin alveg Þetta er svakar rjúgandi heit pítsa komin í stúdíu beinustu leið frá Ólífa Þetta er endar sturlað Það eru brauðstangi líka síns mér maður Já, þetta er bara fullkomin takk kjallaða fyrir okkur Herðu, sjátt á Ólífa Já, ef þetta er ekki besti staðurinn, þá veit ég ekki hvað Já, við dyrkum þau En herru, þetta var, þekkið ekki En að kynast Dóra, pínu version Við ætlum að fara hér í Justin Timberlake, drengir What goes around, comes around Og svo er það top 10 Já, og við vorum að tala kæki Og brandara hot senior og fleira Það er alltaf að gerast í þessu Love it Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er, var okkar besti maður Justin Timberlake Er hann ekki lengur? Já, manstu, það er svona sögur Það er svona leiðilegur Nettur eigin hagsmunasegur eitthvað En fínasta tónlist, hvað ertu þarna, Dóri? Hlustar á Justin Timberlake? Nei eins og þetta lag, þetta er bara leiðilegt lag Nei, og mér fannst þetta lagi sem að gerði við Major Lazer vera ógislega gott og með góða tónlistum maður Hann handtekinu daginn, strókar Já, hann er keira fullur Hvað er þetta, eitthvað slúðu plús núna? Já, aukamóli En það sem ég sá Mér fannst hann ekki komið illa út Ég veit ekki hvort að ég sé búin að sjá bara eitthvað stutt á útgáfu Þegar það var Justin Timberlake Já, og hann var handtekinn Ég var að tala um hinn Justin Bieber Já, ok, Timberlake er geggja Já, ok Og hann var handtekinn Og
Það var allir eitthvað, hann var handtekinn og mér fannst að var hann ekki bara kurteis Mér fannst það líka Af því að hann var búin að reyna að stoppa þetta vídeo Mér finnst þetta bara vídeo kom ákveðl út En býtu, svo Það er náttúrulega aldrei gott að En svo eru, þú veist, ok, hann er tekið fullur af bílnum En þú veist, hann hlýðir löggunni Skilur, hann er ekki eitthvað að reyna að gefi og kyrri burtu og svona Samt er hann handtekinn hann upp á stöðinni og handtekinn við eitthvað borð og eitthvað svona hlekkjaði niður hann var ekki með vesen Nei Ég skal segja svona faldamyndaðalar eru martröð og ég segi ykkur frá einni martröð eitt félagi minn, býr erlendis hann var að opna verslun og hann var að mála inn í verslunni þegar maður bankar og hann segir þessi maður hafa með bara svona mjög góðleg augu og sagði vantar eitthvað hjálp ég er að leita mér að svartri vinnu og ég get gert hvað sem er og hann er í landi sem lítur mjög illa á svarta vinnu sem er bara Noreg, Danmörk, Svíþjóð dæmi og hann er bara nei, ég get ekki og bara ég ger þetta sjálfur og svo fer að líða jólum og hann hugsar ég verði að opna búðuna fyrir jól og ég ringi hann hann tók númerið hans, ringdi hann Líka bara hann að hjálpa segi bara gætirðu mála þess að þú veggi ég ætla að fara að sækja barnið mitt og allt í góðu svo kemur hann tilbaka og gaurinn málaði hálfan vegg og var horfinn svo kemur gaurinn daginn eftir og segir geti ég fengið greitt hann segir já, fyrir hvað? Já, fyrir bara daginn ég ger tölum múndi mála 2 veggi og málaði bara hálfan þannig að á ég greiða þér full laun fyrir það eða 1/4 af því sem við tölum og svona svo bara opnar hann búðina færi e-mail frá sjónvarpsstöð bara sæl við erum að gera sjónvarpsþátt svarta vinnu útsendari okkar var sendur til sem þú ríðar hann í vinnu og þeir sýndu brot í þættinum þar sem andlitið hann var blörrað það sem var svona, nei, ég ætla bara að borga þér 1/4 það var klift þannig, sko og bara, ég heyri þetta ég bara, að mér rennur kalt vatn milli skins og veistu hvað er hægt að fokka þér upp Hvers konar sjónvarpsþáttur er þetta? Þú veist, og bara Tekin að reyna að vera vondur bara Skrítið þátt Nei, bara þú veist, og það verður allir brjálar yfir þessu að því, sem sagt, ok, þá byrjar þetta þannig að gaurinn fer inn í Rauðakrossin og segir ég er ólögleg í landinu og þetta er falið myndavél getur hjálpa með vinnu og þá er Rauðakrossin, já, herru ég myndi bara banka í búðir og biðja hjálp þú veist, þá byrja fréttin, skilur Rauðakrossin er ráðleggjaðum að vinna ólöglega, það var hneykslið, skilur og svo voru einhverju 3 Þetta potið bara verið svona í Íslandi í dag eða eitthvað Þetta var svona, já, þetta var ekki eitthvað svona sjónvarpsþáttur sem gengur út á þetta Nei, þetta var svona eitthvað létt kompás Herðu, það er hins vegar komið að talandi kompás Hvort myndirðu frekar? Það er kompásefni hér í F95 blöð Dóri DNA, fekk heimavinnu Svakalega spurningar núna, sko Ég báði 3 eftir með 3 góðar Já, ég til ég Og er ég að spyrja ykkur báða? Já Ok Hérna kemur fyrsta spurningin Gott að byrja á fyrstu Það er frábært að byrja á fyrstu Því ég hef ekki byrjað á 3 og það hefði sett ykkur strax þú er mögulega eitthvað svona að byrja að sparka undir borðið, sko Þetta er eins og top 10 listi minn ég byrja alltaf á fyrstu Það byrjaði samt á 10. síðast Já, sem voru mistök Ég ætla að halda áfram að byrja á fyrstu Byrja á 5, segi ég Vinna svo hérna, en ok, þeir stattir borðið í flugvél Já Ykkur staðar með erlendu flugfélagi og þetta er eina af þessum flugvélum sem hefur svona, þú veist ESOS eða eitthvað Já, ESOS, skilur og allt í hennu bara finnið að vélinn missir hæð og bara annar hreyfillinn hóstar kallkerfi kemur á Síkul í vangin kallkerfi kemur á hvort myndu frekar þegar þið heyrið úr flugstjórnarkljónum heyra kallmannsrödd eða kvenmannsrödd mér myndi eiginlega ekki bara finnast að skipta neinu ef ég var alveg heiðalur ég ætla bara að segja Dóri ég myndi vilja að röddin væri eldri rödd já, það væri svona eitthvað gömul kona að fljúga vín nei, eiginlega ekki gömul svona ekki eitthvað úlingur veist hvað ég meina við erum að fljúga þetta yfir ég myndi vilja það er rosalegt að heyra samt bara í kannski svona þú veist 90 ára gamalli konu tala hún mætti náttúrulega ekki fljúga en sko málið það nú ætla ég að vera heiðalur Dóri ég hef alltaf ég hef sagt þér þetta náttúrulega blöðu örglega þér Dóri ég vil alltaf meina að maður geti tímasett stökkið í brotlendingunni sko ég næði ekki að hlusta á það en þeir voru ekki að ræða þetta já, ég get ekki að hlusta á þetta aftur hann vil meina að hann ætla bara að stökkva og hlaupa með vélinn þá hann alveg að fara bara 10 metra í lendinguna hann átti sig ekki á því hún er á 600-700 km hraða sko. að taka jumpið búin að setja á mig
Já, bara hoppa út og hlaupa með. Búin að blása björgunarvesti á bara svona 7 stykki á mig. Bara lappirnar, hendurnar, hausinn, magan og bara bless. En var þetta að fá björgunarvesti frá öllum í vélum? Þið eru að skipta umræðum. Þið viljið ekki svara. Nei, sko, ég get ekki, Gyða, flugstjóri hjá Íslandi besta vinkona konu minna. Ég myndi alveg treysta henni til að vera hana í kallgerðunni, getur við stafst það. Já, þú treystir konu sem þú þekkir. Ég myndi Við erum í útlensku flugfélagi, þú veist, það sem aðalmáli væri, ég myndi vilja heyra ungarödd sem væri nýbúin að læra. Þetta væri kannski bara svona 5. flugið. Ég er akkurat öfugt. Þannig að manneskjan er nýbúin að læra bara ég er nýbúin með prófið. Ég veit nákvæmlega hvernig ég á að gera þetta. Í staðin fyrir að vera miklu betra með reynslu. Er það? Já. Pappi minn fer ekki til læknis nema að sé eldri en hann. Og það er orðið erfitt af því hann er 67 ára gammal. Ok, þannig að þið viljum meina að það skipti engu að skipti engu máli. Ég er ekki reyna PC eitthvað. Nei, ekki þannig. Þetta er bara, ég meina, það er ekki baka. Nei. Þetta er ekki PC svar. Ef þetta væri eitthvað sem þyrfti physical átök, þá myndi ég vel einhvern hefi sterkan á. Ég er með svolítið núanserað skoðun á þessu. Ég held annars vegar og ég held annars vegar að því að flugslys gerast einhvern veginn helst út af tveimur. Þetta er human. 95% er mannavöldum. En ég myndi segja svona 2 típur. Það er annarkot eitthvað gerist í háloftunum. Og ef eitthvað gerist í háloftunum, þá sverja það að ég vil hafa mannana. Ok. Þú veist, kannski er það bara því að ég sé svo mikið að bíómyndum á einhverjum flugmönnum, eitthvað svona hérna, þú veist, kannski búið að heila þó mig, eitthvað svona. En ég sverða líka að þegar ég heyri svona velkomin borð, þetta er kaftin sem talar og það er gaur, þá stressast ég aðeins. Að því ég hugsa, kona er betur undirbúnari. Þannig að ef það er brot þá hugsa ég við erum að fara, ef þetta er gaur hugsa ég við förumst í take-offi, ef þetta er kona hugsa ég þetta verður mitt Þú veit að konunni take-offi kallið í lendingu. Þess vegna þegar ég heyri af mixed klefum þá er ég mjög sáttur sko. Gaurandi getur líka reynda að sína sig sko. Ég er alveg með þetta. Hefðir verið við neyðarútgang þegar hann er að fljúa yfir Vestmannaeyjar, hvernig hefur brugðist þið? Sko, með þetta Vestmannaeyja dæmi þegar hann var að tók hérna það hefur ekki bara verið feskur ég hef gaman að sjá þetta. Þú veist, við sem fljúum mikið innanlands þannig að fólk er stórhættulegt marglega, en þegar hún lendir á Reykjavíkurflugvelli er hann flogið yfir miðborgina. Það er bara hannig. Já, mér fannst þetta var fólk alveg brjálæður þessu. Það var eldri kall, hann var að klára, hann er eigamaður, tók eitt svona vingi yfir og henda karmelum út á gluggann. Á bróleveli skilji þetta algjörlega, en ef þú ert bara á leiðinni heim frá Danmörku, maður bara dút. Hvaða viftusýning er þetta? Komdu mig bara heim. Já, þú væri búin að vera í flugi heil lengi og væri maður bara, ekkert svona, bara engin auka. Hvað er næsta spurning? Næsta spurning er eftirfarandi. Flutningabílar keyra inn í götuna. Margir? Hjá okkur, 2 búslóð. Þú ert að stækka þetta svolítið með hvernig þú segir þetta. Ég er dramatisti. Já, við erum að koma inn í það. Og það er ljóst að húsið við hliðina á okkur, það er loksins að fá ábúðendur. Maður frá flutningafélaginu segir, fjölskyldan ekki komin? Byrju við og og þú segir, hver er þetta? Og hann segir, þau eru útlendingar. Hvort myndu þið heldur vilja að þetta var fólk væri frá Menapt-löndunum? Frá? Menapt-löndunum. Sem er hvað? Miðauströnd. Já, ok. Eða Noregi. Það er erfitt að komast vel út af þessu. Enda alla spurningar þetta bara við sem að písi yfir okkur bara með alveg saman það er ok, norðmaðurinn er nískur. Ég veit að, sko, trixið við þessu normin eru smá umleir, sko. Það er alveg máli. Ég tæki nema, hvað það eru? Menapt til löndin. Já, ég myndi að að kynast yfir frekar. En eru allir normenn leiðilegir? Það er ekki svolítið stór hérna. Já, þetta er fullt að skemmtileg normenn. Sko, ég er að fara til Noregs í Suðurlandi. Hvað að gera? Ég hef aldrei farið til Noregs. Ég er að fara í frí með börnin. Til Noregs? Og völdu þið að fara til Noregs? Já, rétt á Geiranger og eitthvað.
Ok, dude, ég fannst að það segir eitt á bucketlistanum mínum, ég ekki grínast, á hreinum bucketlista það að keyra norsku firðina, þá að vera ógeðslega fallegt Geirangur hefur verið valinn fallegasti fjörður í heimi. Ok, þú sem að ríða vaðið, þetta getur verið Vinur minn með hótel og ég er að fara Það einhver Sverri Bergmann fucking Norrex að það með hótel Blöð ekki að vera að keyra í 1 sekúndu. Þú siglir náttúrulega. En Stefán, þú vilt normannin, viðurkennda Nei, ég held ekki. Þetta er samfélkingapodcastina, sko, það er alveg greinlegt Sko, ég bara normaður, ég bjó í Svíþjóð, ég væri frekar til að fá hitt bara. Ok, Já, No ég joke. er bara En mástu að búast við að var svona PC svarum að segja Norröður. Nei, það var PC var að segja hitt. Pési var að segja hitt, þið eruð, þetta er eins og að vera með Gísla Martin í podcastið, sko, þetta er svo PC núna báður, sko Nei, Og mér Gísla Martin, sko, geggjaður, bara svo að segja sagt En hann er ekki, kannski að gera FN95 blöð dagskráliðið Ég myndi Við pælum ekki í þessu. En ég er að segja satt. Ég myndi ekkert eitthvað bara, hörðu, ég myndi vilja norðmann þarna af því að hinn er að fara að sprengja upp göttuna. En Dóri, þú veist samt Varstu að bíða til því? En Dóri, þú er búin að þekkja með alla við. Þú veist alveg, mér gæti ekki verið meira saman hvað flytur þetta, sko. Mér gæti ekki verið meira svo. Það er bara hreinskil svar. Já. En þú veist, ég myndi ekki nenn að samt, skilur. Þú veist, ég myndi ekki nenn að fá, skilur, bara eitthvað hrikalegt liðan inn. En mér er alveg sama hver flytur þarna. Þú veist, mér er alveg sama hvaðan Þú myndir ekki vilja fá Breivik frá Noregi. Nei, ég er að segja, mér er alveg sama Jú, þú valdi Breivik, hann er ákvæmdiði núna Hvað er þriðja og síðasta? Þriðja svona. Gæti ekki með svo. Ok, hvort mynduði frekar vilja, að því núna, þú veist, let's face it Núna, let's face it, hlutabæriabækurnar eru rauðar, drengir Já. Bréfin er rauð. Bréfin eru rauð, rafmyndnar eru rauðar Fólk er að segja að gæti eitthvað meira gerst í haust, sko. Í haust gæti eitthvað rúlað í Bandaríkjunum sem hefur alveg keðjuverkun alveg upp og niður stigan, sko. Ég vil meina og allt í einu herðist á málunum hérna á Íslandi. Það er bara erfiðar að fá matur hingað. Það er erfiðar að fá olíu hingað og það er ljóst að við þurfum að ganga í eitthvað ríkjabandalag. Hvort myndu þið frekar vilja ganga inn í Evrópusambandið eða BRICS ríkjabandalagið sem er Rússland, Indland til að fá það bara upp hverju það eru. Það eru Brasilia, Rússland, Indland, Kína, Suður-Afrika, Egyptaland, Eþjópía, Íran, Sádi, Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Indónesía. Væri það ekki algjör stemning eða? Þetta spurning Ég ætla að viðkynna að ég bara vissi ekki eins og að vera til eitthvað sem heitir BRICS. BRICS. Ég sverða, ég vissi ekki. Þú vissir ekki sjálfur. Jú, BRICS. Það er bara BRICS. Bara svo Key og BRICS. Þetta er smá svo Key og BRICS. Kalla BRICS. Ég held sér 22 þjóðir eða eitthvað. Ég var að lesa það voru svo 9. Indland er grosse, Kína er grosse. Það er gríðalegu power í þessu. Ég veit að Bogi, tengdapabbi minn, hann myndi velja BRICS. Mér get ekki með það. Já, ég veit ekki sko neitt hvorugt sambandi sko. Þetta er algjörlega að flippa coin. En hérna við skuldum auðlýsingar það fyrir kortir í síðan. Svo fyrir við í Þið eru Evrópusambandsinnar sem viljið búa hérna í fjölbreyttu samfylkingar og viljið tækifæri fyrir fólk. Takk fyrir FM 957 á Tupac-án 50 Cent núna. Það er svona, þetta er fyrir Dóra 50 maður. Dóra, Steindi er gamall skoppari líka. Já, ég er svona hún sé bleiku núna og hann rockinherður og Þetta er hvað strákar, hérna 50 Cent Get Rich or Die Trying platan er eina mínum uppáhaldsplötum ennþá í dag, sko. Já, mér finnst ég sá þetta á TikTok eða Reel þegar Jay-Z var að tala bara, herru, allir sem eigið eitthvað komið svo út 50's coming. Hann sagði bara þegar þessi plata kemur út, það mun enginn hlusta á ykkur í svona 18 mánuði, þannig að hendi bara öllu sem eigið út núna. Ég átti svo fannst þetta, ég vildi ekki hlusta á þetta og fannst þetta bara eitthvað löðalegt, þannig og Danny Deluxe var bara, Dóri, þú verður að hlusta á þetta. Ég segi, ég veit alveg þetta fín lög og hann segi, nei, Dóri, þetta er era sem er í gangi og þú verður bara að taka þátt í og ég bara gera það sko. Sturlu plata, en það er komið að dagskrálið sem er nýjasti liðurinn í FN95 blöð, það hann ætti eiginlega heita hvað googlaði Steindi í dag en heitir Top 10. Það heitir Top 10 og ég myndi halda gerfugreindi sér líka hjálpsum í þessu. Jeremiah, nei, hvað heitir hún að Jeremy
Ertu með Gemini? Gemini? Ég veit ekki svo hvað það heitir Já, ég er náttúrulega hana bara Eru þið á chatinu eða? Ég er á chatinu, ég er að hugsa að færa mig yfir í Claude Ég nota ég þetta aldrei í neitt sko. Ég hef ekki spurt gerfigreind eina spurningu Ég þarf að færa mig aðeins á milli Ég noti þetta yfirleitt sko Það er ljúa líka sko Það er sko, málið það Ég fokk ekki við eitthvað sem ég treyst ekki Málið það, ég er að vinna núna í hliðaverkefni Dóri sem að, við erum að gera spjöld Ég heldur gaman að þeim sko og þá nota ég gerfugrindina mikið til að reikna út hvað er að gera marga pakka Það er að fara að koma út FNÍ blöðspjöldin Segjum að Dóri Er ég í því? Já, segjum að sé hérna Og er þetta móðganir og stælar? Nei, þetta er bara skemmt Hrós og bara heiður Móðganir og stælar? En ímyndaður að setja að fá DNA-mannin 101, það er þetta DNA-mannin í 1 upp í 10 1 upp í 50 og svo okkur base cards og okkur bla bla bla, svo er þetta að fá þetta og þetta það er hægt að fá jafnvel eitt spjaldara sem er bara bútur af lýrabóluðinum inn í því og eitthvað svona dót, alls konar skemmtilegt þá þarf ég að geðveikt erfitt að vita bróki, hvað er þetta margir pakkar hvað er ratioið af Dóra svona, ég er búin að eyða í alvörinu núna svona 30 klukkutíma í það og ég er ekki byrjaður sko Ég er ekki byrjaður Ég ætla að spurði gerfugrindurinn daginn eitthvað getur rent með 10 íslensk lög sem voru vinsælar 1993 Ég er að skrifa eitthvað sem gerist 1993 og það kom listi og ég bara geðett frábært að fá hann lista á ég byrja að leita þessum lögum það var allt bull á þessu lista þetta var bara tónmobil með lagið síðan skein sól skilur þetta var bara ég bara er það segir mér það svo heldur ég vilji heyra það segir ekki bara ég veit það ekki en svo má ekki gleyma því að náttúrulega ekki þessu satt heldur sko þetta er bara svona Það eru top 10 kækir Já, herru byttu ég er að finna Nú týna þeim Nei Var það googlað aftur? Nei Google it Byttu eins og hvað eins og erlendu fréttis ekki Google áðan Herru, hvað er bara með Ertu rugglaður? Það er fullt að googla í þessu þætti Herru Það var líka skrítið ef ég var að semja hann að lista sko. Nei, það þarf að vera því Herru, maður sjá Ég er að hækka hans inn í tölvunni Það er búin að finna hérna Hvað er þetta með? Það þarf ekki klappi að Ok Stefán, þetta er mjög weird Já, þetta er svo aðslangt Þetta er svo langt alltaf Ég þarf að finna betur Já, langt trommusólum Ég ætla að finna betur Þetta er bara fyrir síðustu Herru, ég ætla að byrja á fyrsta sætinu Algengasti kækurinn þá Algengasti kækur og þetta er topp 10 listi Vestu, pirruðustu og mest óþolandi kæki eða bara svona ávana sem að fólk getur tilengja sér Okay. Þannig að þið þurfa að hlusta vel Já, og það er sem að gera tengið. Ég sá að Dóri að byrja að senda tölvupóst og allt í rugli Herru, eru þið klárir? Já Það sem fyrir mest í taugatar, ég byrja fyrsta og enda í 10. Það sem fyrir mest í taugatar á fólki er orða endurtekning þannig að þegar einhverja endurtaka síðustu 2 orðin í þetta er ekki að við Sanna þegar einhver endurtekur síðustu 2 orðin skilur, það eru straga, við verðum að fara að drífa okkur maður verðum að drífa okkur Er það kækur? Já, það er númer 1 Mest pirrandi? Ég fór í búðina Það er allt minna pirrandi Ég fór í búðina Hver er svona? Muni ekki eins og þetta er svolítið eins og Frankie Two Times í Goodfellas eða einhverjum mynd Mást ekki, næstu síðan Bronx Tale Veit ekki Er þetta vinsalasta? Já, vinsalasta Ok, þannig að þetta er bara niðurráðið núna. Já, en eflust fullt af fólki sem tengir við þetta á maka eða vini sem að gera þetta fóreldra Sem gera þetta Sem gera þetta Og það er mest pirrandi Þetta er mest pirrandi Mest pirrandi hlýtur að vera smjatt Þetta er ekki minn persónuleg listi Nei, þetta eru kækir að smjatt er ekki kækur Nei, bara ósöður En þetta eru ekki líka minn listi Þetta er náttúrulega tekið á netinu Þetta er googlað Það er nummer 2 Það er smellurinn Það er að smella penna stanslaust eða láta fingurinn, hálsinn sem þú gerir reglulega tætnar eða þú veist Hvað ert þú alltaf að gera með hálsinn? Að bragga Já, það er ekki að smella Veistu það, hann getur gert hljóður hálsinn á sér sem ég held stundum að hann sé bara farin úr lið Ég bara hoppa svona Ég er að drepast líka núna í hálsinnum Ég er svo stífur þetta Ég get ekki braka neitt, ég er bara eiginlega að lappa svona Get ekki hortið liður og svona Ég man sko að það er frægt Mel Gibson í Joe Rogan podcastinu Hann var með penna í gangi allan tíma Og það er Ég hafði aldrei hitt það er drullu pirrandi sko Var ekki húsið hans að brenna líka live Gib Melson Þetta er eins og ég væri svona núna Já
Good rullet. Já, þetta hræðilegt sko. Háa mér í gangi, við erum ekki sem farið yfir það. Nei, hvað er að fara yfir? 2 leikir í gerð. Já, stefla vakti sko. Ég horfði á Suður Kóreu, Tékkland. Hvað með næsta? Á Íslandi bara. En svo náttúrulega Kanada á móti Bosni og eftir og alltaf gerast. Já, kottum við það. Frasin skiliði, eða ég meina sko. Þannig að basically, þú veist, ég er að segja nei, ángrís, þetta er top 10 listi skilur. Enda skilur. Jöfnvel, þetta lélugur listin? Ég er að finna, þetta er ekki gott, en við förum í gegnum hann, eins og bara gengur og gerist. Hvað var áttur daginn í það líka? Þú þarft að fara að ná í eitthvað eins betra. Stellingarnar held ég. Nei, þær voru fínar. Er það? Já, nei, þú varst með turn off í sambandi eitthvað. Þetta er eiginlega verra stindi. Ok, hvað er næst? Eru 8 eftir sko. Já. Nei, 7. En skilur við? Þú skilur við? Já, við náum meina sko. Já, það er óþálandi. Fjórða, að lyfta brúnum eins og Jim Carrey gerir stundum í sínum grínmyndum. Þú ert að tala við einhvern og af hverju er þetta hræðilegt, segir gerðurkindin, heilinn á viðmælandunum hættir að hlusta á sögun og byrjar ósýrlátt að telja hversu oft ég var að lesa vitlaust, þessu ómögulegt að horfa í augun á manneskjunni án þess að fá svima. Þetta lítur út eins og andlitið sér stjórna biluðum strengjabrúðu meistara og gerðurkindin að slá að létta strengja. Er þetta hlusta á þessu? Þetta er ekki gott. Þetta er viðbjöð. Ég hef að lesa yfir þetta. Það var að 5. Dóri, ertu með það? Dóri komin í síman. Ég er alltaf að reyna að sína þér aðtekli. Þetta er svo lélegt. Ég er að reyna að sína þér aðtekli. Ef Dóri er ósáttur, það sem hann er eitthvað í gigi. Ímyndaðar við værum með fyrirtæki og Steinþór að vera að vinna hjá okkur og við bæðum hann verkefni og hann væri með eitthvað sem væri augljóslega af gervigreind sem að vera að þýða jafn óðum. Við værum bara, fyrir hvað er verið að fucking borga þér? Það er auðvitað fullt af fólki að díla við henni starfsfólk í dag. Við erum það síðan að díla við það greinilega sko. FM er að díla við það núna. Geggjaði punkturinn Dóri. Við sætum 3 einhverstaðar, segjum bara Ólífa að fá okkur pizza og eitthvað. Þú myndir byrja að þylja þetta upp. Heldur þú myndir ekki segja bara hvað hættu þessu? Já, meira þess að off-air þá væru við bara hættu þessu. Ég er að segja það. Ok, halda áfram. Hvað er komin í 5? Nú er orðið bara óþægilegt að halda áfram sko. Þú voru að klára þetta? Já, 5. er varasalva soguhljóðið. Það er að búa til hávært, blautt smjatthljóð áður að maður byrjar að tala eins og maður sé of mikið af munnvatni eða með varasalva. Strákar, hvað segir það, strákar? Gefið mér eitthvað feedback. Það verður með þurra varir eða? Nei, ekki þurrar. Þú gerir, þegar þú talar og gerir svona við erum að fara þú ert með ómikið af munnvatn uppi þér. Bróðir, ég löðrunga mig stundum 3 af kækjum. Þú veist, þú ert að tala svo lightweight shit hérna. Ég veit það, þetta er mjög Þú ert ekki eins og að tala fólk sem klæðir í nefinu. Nei, þetta er ekki kækjum. Ég held að þetta væri líka Hvað ertu að tala um? Að þú veist, bor í rassin eða eitthvað svona dót. Það er náttúrulega ekki kækjum. Það er bara ósiður. Hvað eru 5 eftir? Nei, 4 sem betur fer. Upphreimurinn The High Rising Terminal. Það er að enda alla staðhæðingar og því að hækka tónin. Svo normen. Þannig að venjuleg setning hljómar eins og spurning. Þannig að Dóri, hefur þú gerðið bara gaman að þessu? Ég held að þetta gerði villist. Er það ekki? Hvernig myndum maður? Hefur þú ekki gaman að þessu? Já, ymmit. Hefur þú ekki gaman að þessu? Nei. Ég hef það ekki. Það er samt actually spurning. Erðu? Ég batterislaus. Heiðu. Ég sverða. En býtu, ég var nú ekki lengi að ná í þetta. Ég get náði þetta í símanum með það. Nei, við þurfum ekkert að klára þetta. Og er það í beinni líka? Ég myndi að vera í föstasfíling í 20 gráðum. Steinþór með 2 gervigreinda terminala. Það er fólk sem er bara að fara inn í bað sko. Þú verður ekkert að klára þetta. Jú, ég verður að klára þetta. Herru, býtu, nú kom allt öðru sér listi líka. Allt öðru sér listi. Nú er hérna í fyrsta sæti Sandur Gemini að gefa mig bæði. Herru, í fyrsta sæti hérna er að naga neglurnar. Það er strax kækur sem er bara vondur. Númer 2 er að býta saman, gnýsta tönnum. 3 strax, þetta er miklu betra. Ég ætla að færa mig strax yfir í 6. Pikka eða rífa húð í 3. Flökku saga eða grípa fram í 4.
Skjásíki réttur í svefninni 5. Þetta er ekki kæki samt. Það er raunni kækur held ég sko. Nei, það er þú tala ósið. Herru, já, það voru ekki komin í 7. Þetta er bara allt öðru sér listi. Mér langar til að gera römmur þar sem þú bara að reka þig á veggi gervigrindarinnar konstantli sko. En byrju, það er ástæðan fyrir ég er ekki búin að setja á auðlýsingar. Mér langar að leiða maður bara að halda áfram. Ég var að móka þess að honu. Ég var að skrifa núna betri listi. Betri listi, hvað meinar þau? Það kom bara sami listi. En já, herru, höldum áfram. Númer 7. Ég var komin í 7. Toga í liðamót. Toga í liðamót? Já, svona. Já, að rífa stanslust í fingur, háls og bak og heyra smelli. Þetta ger ég með háls. Já, ég líka, með hendunar á mér. Þetta tengjum við. Já, liftist aðeins. Já, listin í símanum er miklu betur en tölunni. Og svo er 8, það er að blikka augunum of harkalega eða hratt. Að blikka sko svona 5-6 bara á 2 sekúndum. Þannig að það til að kemur kraft. Shit, hvað er leðilegt? Kraft í auglokkin og Já Þetta er bara óþægilegt. Þetta er bara gamli góði spýtkækurinn sko. Ég er ekki Við erum að tala um þig að tala á næsta tímaninum. Það er alveg agalegt. Þá höldum áfram 9. sæti. Þetta er að vera búið. Tölvan var líka með drömmið maður. Við þurfum ekki drömm. Ég verða að hafa drömmið sko. Ég er enga stundan á kláraði 9. Ok, drumroll, sound effect. En af hverju þurfum við drumroll fyrir næst síðast? Bara til að hafa þetta reddi. Svo kemur auglýsing og auglýsing og tölvuleikana. Þetta er lélegasta útvarp eftir 15 ár. Þetta er lélegasta útvarp sem við verðum með. Ég er að segja satt. En eina þetta er bara svo illa skipulagt. Þetta er bara viðbjöður. Akkur er ekki áskrift. Kækinn eru hræðilegir. Þarf ekki vera með drömról. Þarf ekki vera með auglýsingar. Ég get borga klinka mánuð til að sleppa það. 9. Að soga upp í nefið í staðin fyrir að snýta sér. Þú veist, allir Íslendingar gera það. Þetta pirra slímhóðina og getur þrýst sýkingum og slímu upp í ennis og kinnhólur og eigur líkur á hólubólgu. Bara svona fólk Þetta er ekki satt. Þetta er eitthvað alveg fabrikerað að gera sko. Líklega. Herru, þá kom að 10. Sem betur fer maður. Þetta voru bara Það er allir að fagna þetta. Herru, þá ferum við í 10. Þetta er leiðilegasti top 10 listi bara sögun. Kom ekki eins og sniðrillin. Ég veit þetta er lélegt. 10. og það er að snerta andliti stanslust. Herru, það er það sem þið báðir gerir. Það var í 10. sæti. Þú ert náttúrulega Steinur, ég á myndbönd að þér að sleikja þig fingurna og strjúka þig nefið til að losna við þurrkubletti. Ég sé svona miljón. Þú ert að gera bara písa daginn. Nei, ég fekk mér rakakrem. Herðu, innilega til aðmyggjum þetta Steindi. Ég held að þetta sé leiðilegasti listi sem ég heyrst á æfinni. Köld kveðja við fyrir fans. Þetta var ekki gott. Þetta var bara hræðilegt. En veit ég hvað, það er bara ágætt. Þá er ég bara búin að enda á botninu með listan og kem feskurinn í næstu viku. Tónlistarstöðin FM 957. Þetta er að hlusta, ég er á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er aðeins búið að lækna pungastemninguna hérna í stúdíónu því að við erum komið með rándýran gest. Lækni? Já, það er Guðrún Ýr eða GT Dr. Guðrún Ýr sest hérna hjá okkur. Góðan daginn. Gekkja að fá þig, nú ertu með 3 móslinga sko. Já, þetta er lóð mikið. Þetta er lóð mikið. Þetta er Mosó í húsinu. Hvaðan ertu? Úr hvað hverf ertu? Ég er úr Reykjamælunum, hérna alveg eins bara við kjúklingabúið sko. Já, þú ert frá Reykjamælunum? Já. Það er nú... Býrðu þið í Mosó núna? Nei, ég vil bara búa svona það sem að KFC er nálægt, þannig er í Grafarholti. Já. Það er mósendingar sem fara yfir í Grafarholti? Já. Fyrst þess að við sé ekki alveg að... Þetta er svona að þú vilt ekki fara alla leið sko. Við treystum okkur ekki niður í bæ sko. Við flyttum ekki þangað sko. Ég byrjaði sko í Árbænum, svo fór ég Grafarholti. Ég endi ekki hana. En byrju en að þið elskir Mosó svona mikið, þá fyrir búið ekki að Mosó. Ég hef giftu konur Hafnarfirði. Þannig þetta er bara eitthvað svona... Við erum að búa bara í raskati sko. Já, ekki Mosó. Nei, það er bara... Og ekki Hafnarfirði, það er bara eina reglan. Kemur ekki eitthvað til samt, örgulega? Jú, ég er náttúrulega býð eftir að foreldrar mínir hrökku upp að þá var ég mættur upp í dal og bara alveg farin að hafa þessu ég vil sko. Býð eftir því? Já, svona, ekki að býða en svona, þú veist, ég er aðeins byrjað að plana, getur ég sagt. En verðu velkomin, hvernig, ertu ekki góð? Ég er bara Það er alltaf fyrsta spurning. Ég er svo góð, það er ekki annað hægt. Nýtt lag? Já. En það sömmir úti, maður. Geðveikt viður. Það er geðveikt. Nýtt lag, nýtt vídeo, Birni með þér. Já. Hvernig var þetta til?
Sko, ég og Marsteinn byrjuðum bara að vinna tónlist Aftur, við erum búin að vera alltaf að gera eitthvað svona gegnum árum Þegar þú segir Marsteinn þá ertu að tala Banger Boy Já, alveg teimi með þetta lag Og ég og Birnir náttúrulega höfum bara Ég var að fatta að ég hef alltaf komið fram á Sko, plötunum hans Birnis Bara þarna Matador og Busito og síðustu plötu Og við bara voru gaman að vinna saman og eitthvað Og svo kemur í stúdíu og Marsteinn bara með hann að demo af lagi sem að þeir voru að vinna eitthvað grunnað sko. Og segja bara, þetta er bara ekki geggja lag fyrir þig og þetta var bara geggja lag fyrir mig. Já, geggja. Vilt fá, heitir lagi, vídeo líka. Er vídeo, margir, það ekki aðeins? Þetta er að koma aftur. Er það? Já, ég fíla það. Þetta er að koma aftur. Ég fíla þess að vídeo. Þetta er dætt út tíma, sko. Já. Það datt út til að allir fóru að horfa á eitthvað En núna er allir konur með standarda í þessu eitthvað Og þá finnst mér svona tónlistavídeón komin aftur í Sammála því og mér finnst þetta líka vera bara svona Þetta er svolítið líka svona flækjudæmi Þegar Spotify kom fyrst þá vildur þau einhvern veginn hafa lagið þar Og reyna að ná einhverju vinsældi með því Vildur ekki að missa ykkur views yfir á YouTube eða viltu hafa þetta hér þetta er einhvern veginn dreift en nú er náttúrulega Spotify bara að spila vídeón er það ekki? Komið bara og líka bara ég held að fólki sé bara alveg sama það bara hendir á alla miðla og svo bara gerst eitthvað sko Þannig að vilt fá komið á Spotify bæði lag og vídeo en sko, mér langar að henda þér í nokkra spurningar hérna sem að ég spurði Dóra að þegar vorum að kynna svona betur Já, geggja Hvað vildur þú vera þegar þú eru stór? Ég held sko fótboltakona Fótbolta, ok, varstu efnilega? Hún var dröllukona? Já Hvað, varstu á vellinum með það? Hafði ekki ágjur að Við þekkjum þetta dæmi Hversu blöyt er þetta skalan veitum í 10? 1 Já, voruð ekkert mikið að fá þér? Ég er hætt að drekka Hætt að drekka? Já, það er síðan 2019 sko Nú? Já Var þetta einhver sleikuði frænda eða bara svona ákvæmt að hætta? Það er bara tekið ákvörðun að hætta sko og bara svolítið gaman og svo bara hætti ég Sér ekkert eftir að hafa hætt Alltaf hægt að byrja aftur Það er alltaf hægt að byrja aftur En þá fyrir inn á, hver er þín helsta fíkn? Mín helsta fíkn ætli að segja ekki bara þetta er ömlegt svar en ætli að segja ekki bara tónlistin sko Ég held ég get ekki hætt henni sko Það er gott svar Það ekki? Já En þú ert ekki í tóbaki eða nikotín eða Nei Laus við það Gerur eitthvað skemmtlegt? Nei, gerir ekkert sem er gaman Leiðileg spurning Gerur eitthvað sem er gaman Það er hérna Spirit Animal Það er örgulega bara Hvaða dýr tengir við? Hvaða dýr tengir við? Sko Ég ætla ekki Sko fyrsta sem að poppa upp í hausinn á mér var bara gullfiskur Því að svolítið gleymin Ég líka var eitthvað spatt þannig með gerðingla brjóstaþóku Það er gullfiskur Já, gullfiskur Mjög gott Hversu svöl finnst þér á skalanum 1-10? Það fyrir Ég er svona listamaður sem er svona Hvað er þú hæst og hvað er þú lægst? Þegar ég er upp á sviði þá er ég hæst sko Og þegar ég fæ ekki koma fram mjög lengi þá er ég bara hvað er ég að gera sko Þið líður best upp á sviði? Já Hvað ertu hávaxin? Sko svona á blaði 1,70 en svo var ég mældi ekkert mann þá var ég 1,68 með menn er ekki hræðilegum mælingum það ástu við mælingu á steinda það tekur 2 cm af öllum sko mála það ásatt við alla sko það er sko áðum hana DNA-mannin og þið ekki mér þetta er að gerast við tippið út allan heim líka ástæður í spyr ef þú ert 170 cm og fær 10 miljónir fyrir hvert centimetr sem er tekin að þér hvað myndir taka marga centimetra af? 10 miljónir? Fyrir hvert centimetra? Já Ætli ég myndi ekki bara vera svona hvað er þessar popstjörnir í Hollywood? Það eru rosa litlar Það eru 1,34 Já, ég held það myndi vera svona 1,50 Já, það ekki 20 af 200 miljónir Aldrei uppfæð Bara 1,50 með 200 miljónir Ég er búin að hugsa þetta mikið sem þú spurðir okkur á sín tíma með það ég sagði þér eitthvað sveipaði ekki Ég held að þú varst það peningagráður og þú fórst undir Danny DeVito Já, en veistu hvað, ég fór að hugsa þetta ég myndi taka bara svona 100 cm Já, sko, þú erður örgulega mjög frægur Fá eitt B Fá bara eitt B Já, og vera 70 cm Nei, kannski 78 Myndur þú vera 78 cm Já, hann myndi ekki baka með neitt Hvað meinur, hann myndi engin respekta Já, þú getur ekki stíð á pedala á bíl Nei, hvað heitir þetta, Já, þú getur ekki keirt Þú verður bara að vera aftur í sessu Guys, ég ætti
En eru allir bílar í gjörnir sjálfgerandi? Ég ætti bandarska bíl, ég myndi bara sitja á okkur sessu og vera með gírana uppi og bara Ég ekki eins og að grínast Ég myndi tákið allir sko Takk að þessu 100 mann Steindi Við ætlum að spila hér nýjasta lag GTRN Viltu fá, hvernig er helginni þér? Heyrðu, hún er bara voða næs sko, við erum á spáði að fara í húsdýragarðinn sem heit mjög fyndið að því að nú er ég búin að vera í fæðingarólofi sko og ég er búin að vera að horfa á Júragarðinn bara búin að vera að horfa á Það er eitthvað kompa Hvenær kemur sería 2? Ég sko búið með alla þættina Ég myndi elska að gera þetta Sko málið það, þessi sería það er svo fyndið sko að því að hún alltaf var sýnd hérna bara klukkan 7:30 Á sunnudum Á sunnudum Og auðlist fyrir alla fjölskyldur Það byrja bara á því að bara auktir í opnu sambandi Það er bara fyrsta atrið að vera að sofa hjá konunars í rúminu en hann er í símanum En málega það voru bara engin samskipti sko bara við auðlýsingadeildina og það sem voru að gera þættina og svona þannig að þetta var bara sýnt bara klukkan eitthvað 7 á kvöldin og fólk var reitt sko fólk var bara hvað er það Heldur væri að koma svona eitthvað fjölskyldu þáttur sem þetta var ekki Hvenær kom þetta eiginlega? 5 ár síðan Já, þetta hefði átt að vera sínt bara klukkan svo 10 á kvöldin krakkandi sopnaðir og let's go Við getum bara heyrt í Kristjánu reynt að skrifa Júragarðinn 2 en GTRN bara heiður að fá þig til að hafa mikið nýja lagið og vídeoði hvet alla til þess að fara inn á Spotify og tjekka á vídeónu þetta er lagið Vilt fá Takk fyrir okkur FM 957 Þetta ég þeir að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og drengir eru ekki að tala um hittara þarna? Þetta er hittari Já, GTRN Birnir alvöru lag komið inn á Spotify og hvetjum alla til þess að kíkja á vídeóið Já, víst að fólk þegar fólk hendur í vídeo þá skilda að tjekka þeim 100% Þetta er alveg metnaður Já, en við erum ekki alveg búinir að kveðja því að við erum með góðan gestirni í stúdíónu Jón Ragnar, ekki Jónsson heldur góði félagi þáttanins er mættur hérna á kantinn að fylgjast með Alltaf að fara að styrja minn Ekki? Ójú Ekki góður? Já Herri, loksins hafðist þetta, þú ætlar að koma í heimsókn bara fyrir 4 vikur síðan Já, ég var lasinn Já, varstu lasinn Lengi á leiðinni Já Geggjaði að fá Góður þig hluti gerast hægt Geggjaði að fá þig Við erum að fara í síðasta lið dagsins sem er brandarhótt pappan Steita Hann var eitthvað nýskur á brandarann núna og sendi bara 3 eða ekki Hann lendi líka í vesinni með messengerin í dag Þannig að hann er búin að senda þetta á gramminu hérna, býtu Býtu hann að senda þetta gegnum grammi? Já, hann er á gramminu Ok Það er ótrúlega Gramminu pappin Já, hann er á gramminu Já, kíkja eins á hann, hvað er með hann með? Hvað er með í dag? 23 followers, 13 following, 0 postar, ekki profilmynd eða neitt, allt í rugli hann Allt í rugli Hann notar þetta heldur nú bara sem svona fjölskyldu stemningu Þegar pappin talar um grammi þá er hann ekki að tala um Instagram Nei, þá er hann að tala um slaga Er þið klarið þetta? Já Ok, þetta er brandar á pappa míns seniorinn slæðir að leta strengi Gíska á pönslanið, þið ætlum að spila þau í gegn Við verðum að spila, reyna pönslanið Eða gíska á pönsið? Já, ok, gerum það og hérna Dóri kannski tekur vel eftir ef hann þarf uppbytun ykkur til hann getur seniorinn hoppa og tekið 5 fyrir mín, sterkar Hann á 100 brandara Hann á Martini, herru, ok, við byrjum þetta hérna Fyrsti brandarinn 16 sekundur Ok Ég er náttúrulega aldrei Langur. búin að hlusta Já, þetta er 16 svo 12 og svo 6 sekundur og ég byrja á 6-unni eða? Herru, bara Já, ok, byrja hérna Klára þetta Hjósátu og rættu Ég ætla aðeins að byrja aftur, þetta er svo léleg gæða á þessu lífið Sett þetta næri mækna Hjósátu og rættu lífið og dauðan Þá sagði eiginmaðurinn að hann vildi ekki láta halda sér lifandi með tækjum og fljótandi næringu Konan brást hratt við og slökktu á sjónvarp Og hvað? Slögt á sjónvarpinu Hvað sagði konan hana? Slögt á sjónvarpinu? Og hann vildi ekki láta halda sér á lífi með Með, hérna Fljótandi fæðu og Já, vildi Hún slögt á sjónvarpinu og heldinu við bjórnum hans Ok, gott gísk og heldi niður bjórn Dóri Alltaf ekki, Dóri It takes one Big brains on breath maður Já, metrakerfið Smart motherfucker Heyrðu, þetta var ekki aðeins, Dóri Rosalega brandari Kalla er þetta maður, enda þekkjur í seniorinn helviti vel Heyrðu, ná byrjum við í 12 sekúnda brandara og hann hljóma svona Hvernig stendur á því ef maður býst þess að gefa nýra þá er allir rosalega glaðir en þegar ég hef búist að gefa 5 nýru þá Já, veist brandarinn er komin sko. Já, Fólk verður reitt þegar hann býst að byggja 5 já, er það ekki bara
Hringt á lögregluna. Hringt á lögregluna 5 nýru. Af því að þú veist hvar fekk hann 5 nýru. Já, akkurat. Draf 5. Já, 2,5. Draf 2,5 og fekk 5 nýru. Og hvað er 6 sekundur í lókinu? Já. Það getur verið burner sko. Já, er þetta ekki svolítið sterkt hjá hann bara? Já, þetta er fyrir sterkt í ár sko. Já, og tökum þetta hérna, 6 sekundur. Viltu heita brauðsneið? Nei, ég vil heita Dóri Díðina. Já, ég vil heita bara Steinþór. Nei, ég vil bara heita Einar. Einar, Blöðurinn var með þetta, hann las þetta. Þetta fannst mér vera 10 af 10. Já, ég verð að gefa það. Don't call it a comeback. Þetta er pappa hans. Já, og hérna þetta sko, og það gæti verið, ég ætla að býða með það skúp, af því að ég er með smá hérna, skúpum kallin. Ég er með góða fréttir af kallinum að hérna, næ, kom með það. Já, komum með það. Það gæti verið að seniorinn verði á FN95 blöðplötunni. Já, sem þarf nú að fara að gera stutt í tónleika. Við lofum hún kemur út fyrir júli. Það ekki? Hún kemur í júli. Já, sko, við erum ekki 5 lög. Já, við erum svona, við þurfum að gefa í EP. EP, já. En annars er komið að lokum hér hjá okkur í dag í FN95 blöð. Við minnum á sumarleik blöðkassinn sem er á sunnudaginn, byrja 19:30 á vísi.is og sjónvarpi Vísis. Ætlum að draga út yfir 50 vinninga. One spjald áritað á Kolbarinu, þið sjáu það á gramminu. Instagraminu Dóri, takk kella. Takk fyrir mig. Leysa hér að Egil, fórst á kostum eins og alltaf. Við erum að fara á boxið. Við erum að fara á Icebox. Kannski miðar eftir á takes, það er að kíkja á það. En ég veit að það var helviti lítið eftir, jafnvel uppselt. En þetta er bara að byrja eftir klukkutíma. Og mainkartið er að byrja 8:30. Og bara þetta er alvöru box veistla framöndan. Já, Ragnar, heiður að fá þig í stúdíu. Já, takk fyrir í dískíkur. Hafðist, sömuleiðis, elsku vinnur. Skeggja að fá þig. En við bara segjum góða helgi. Það er alvöru spá helgina. Bong og blíða allavega hérna á Reykjavíkursvæðinu. Og heyrumst á þriðjudaginn í blöðkastinu. Við ætlum að enda þetta á, við erum búin að spila Jay-Z, við erum búin að spila 50 Cent, við erum búin að spila Tupac. Við erum ekki enda þetta á Kanye hérna bara. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957.